Okay. Uno. Sí, ya hago uno.
ekki fyndið. Ég að þetta. Það var eins og svona vídeóverkefni í íslensku. Gefur samt ekki þjóð. Vakna því núna. Það heyrist það ekki. Jú. Ok. Já. En heyrist í fólki? Endilega. Já, hvað, þannig að öskra eitthvað. Ok, finn það, heyrist það bara. Hvernig líður þér með það að sirkur maður? Þetta er náttúrulega í svo fáránlega góðum gæðum. Ég skil ekki að fyrir þessum liðnum gæðum. Þetta er betur gæðum hérna. Það er mjög. Já. Á því að... Kannski er ég bara með lélegt. Nei. Hvað gerir þú á öskudegi? Það er ekki herra fyrir þetta. Já. Það meikir ekki þess. Hvað gerir þú á öskudegi? Hvað gerir þú á öskudegi? Það er bara besta sem ég hef gert. Já, sorry, ég slökti á. Ég tek þetta neðan. Þegar maður kirkir þetta, maður bara krossa á Ég tek neðan. Heldur við Óskar að tala? Heyrist mér það? Ok, ég er alveg að missa það. Það náttúrulega verður ekki eins mikið klíður þegar ræðurnar í gangi, sko, eða veist, Já, það náttúrulega er alveg þögn. en við erum alltaf svo rosa nálægt, þess vegna heyrist það vel í okkur. En ég skilti að þegar ég var búsett upp 300%. Já. Það er bara fáránlegt. Það er tölvan eða hækka. Ég meina þú veist þetta er, maður heyrði þetta leið, þetta var verra senast. Já, já. En til hvers er streif? Svo fólk sem mætir ekki, getur ekki mætt fyrir sig hann. Já, Morfins liði út og að horfa á gömul sem ekki margir að horfa að hefst. Það var rétt útkomin. Bla 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 bla. Var búið að græða penn. Þau var að fara ræða því, sko. Já, ok. Bla 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 bla. Tekur smá tíma líka. Er þetta net? Gera! Leða kemur frekk. Það gjóður það. Heitir það? Já. Það heitir því
Einn að horfa. Er streymið byrjað? Já. Og get ég hvar finn? Það er þetta myndband búið. Ok, takk fyrir. Það er það áður. Já. Myndu ekki best að bara færa þetta við veitur framan? Það er ekkert eitthvað ósniðu hugmynd, sko. Færa allt setupið með. Já, bara í miðjuna. En það þarf sko fjöltengja. fjöltengja. Það var í hlæðslu. Af því hún er bara það lélega að hún bara deng. Ó, Sérstaklega ok. ef það er í gangi yfir 3 tíma. Já. Það er ekki á þessu gert. Oh, nice. Okay. Getur ekki breytt sig? Nei, ekki hann. Já. Ég veit það ekki. Eru þið komin? Já, er einhver sett? Jæja, góð kvöldi. Eru þið með heyrnartól, svona með snúru? Oxy? Nei, með... Það virkar ekkert í þessu skóla. Hvað? Ég kynna liðinu og setja á hvað það lengi og hvað það tíma það. Þá var hann rétt með miðjunni sem svo það ég hafa komið. Já, aðalega. Já, það er annars. Ég skilta ekki eftir við myndast svona. Þetta er bara eitthvað í reglum. Ok, hún er ekki búin. Já, ok.
Við höfum sagt á messengergrúppuna okkar. Ég er ekkert að byggja svar. Nei, við sko, það halda viðbjörn á Ég var að segja sko að ég veit að ég geti ekki borgað fyrir að gera þetta ef ég hætti þessu skóla fyrir 2 árum. Vá, hver borgaði þennan pening? Ég er alveg að velta því fyrir mig sjálfur. Ég? Þú ert að borga það? Þú var að mæti. Hérna, við þurfum að finna einhvern, ég er handið sem að getum fundið einhvern annan með heyrnartól, svo ég geti notað heyrnartólum í byrjun. Það er ekki aðra. The fuck? Besta bókin, ekki að vita. Nei, lífið er undurslegt alltaf. Já, nei, ég sagði ekki neitt. Borða og græja. Bara í embóku eða það var ekki. Það var þetta alveg stundum. Sjálf var þetta okkar. Maggi og við vorum bara, við fórum þetta í það. Já, ok. Við varum ekki rökkur. Spil og spil. Já, ég skil. Já, já. Það þurfti að vera. Það þurfti að vera. Sem ég svona...
ekki vera.
Oke, cek. Bro. Eres está ahí, men. Eres está men. Fucking power on. Hallå, prova. Ekki mjög lág. Halló. Heyrt mér núna? Eða? Er þetta að heyra ágætlega í þessu eða heyrt bara frá næstu í þessu? Þú er alveg búin að mynda svona. Það er það heyrst. Ég með því hæsta. Halló. Heyri, ég veit hvað við gerum. Fucking... Hrefna, getur þú tekið Leifsson, kom með þér til Lúkasar eftir? Kemur ekki til hans? Kemur til Lúkasar eftir. Bara að ræna þeim. Svo ég týna þeim. Ég fer fyrir þér. Fer ekki.
örlja, nasta og enneska. En það er líka að mæla á móti Ísland út af því. Það er sama hvað fyrir. Ekkert er fullkomið. Lengi má gott bæta, það er mál. Við viljum sjá bæta, ekki útvíkar. Bæta er góðar, útvíkar er ekki góðar. Þú veist, við geta ræst ef Jón Jónsson var því. Ef MS er fyrir fyrir breytum en verðum að halda draumana, dreyma og finna því hver og bara í Bandaríkjunum og heiminum öllum. MS, ég mun ekki að mæla á móti, líka það ábyrga og mæla með út heilt land. Það væri ekki fastverð að.
Sannarlega betra.
úr bandaríska símanum mínum. Ég fór fram úr bandaríska rúminu mínu og labbaði fram í eldhúsið mitt þar sem innréttingin var hönnuð á bandaríska endurhönnunum Neidberg. Ég sagði bandaríska konunni minni henni Stacy og spjallaði við hálfbandaríska soninn minn og svo beint heim á meðan við svöðluðum í okkur bandaríska morgunbókum Lýsandi Föst. Við Joshua ræddum af eins og bandarísku fjölskylduferðina Flórislava, bandarísku stórmyndina Mars 2 og Son of the Mask, en svo spurði Joshua aðspurði sem var komið smá óvart. Fundarstjóri, hann sagði, finnst þér ekki karlnægindi Bandaríkjanna fá lýðræði og einstaklingsfrelsi að geta grunnstoðað nútíma samfélags? Og ég svaraði, nei, sonur sæll, manstu, ég hata frelsi og lýðræði en þegar ég mæla á móti í Bandaríkjunum ég heilsu. Ok, finnst þér ekki svolítið skrítið saga? Svona hljómar menntaskólinn Stundinni í kvöld. Þetta mæla á móti í Bandaríkjunum meðan auðvitað helmingur af öllu sem þeir nota, borða, drekka, horfa og hlusta á kemur frá Bandaríkjunum. Þeir eru Pepsi, Skelli, Beverly Hills og að trúi tæki. En hvað gera MS-ingar eftir erfiðan dag? Jú, þau fara heim á reiðhjólinu sínu. Fá sér harðfisk með þessar ljóðabækur eftir Jónas Hallgrímsson. Svo kvöldi ábyrðin á Nadia og leikur meintir mín með sverð og segir frá hann. Nei, ég er á móti í Bandaríkjunum. Og ég eitthvað, ok, Nata, þetta er ógeðslega skrítið, hvað ætlar að gera? En svo eitthvað, nei. En svo beint þeir, ljósið í lífinu hverfur og verður að engu. Stacy kona mín hágrætur, einbílhúsið og morgunbóðin er allt skyndilega farin og ædolið sem var á dagslokum ástæðir aflýst og allt er farið til fjandans. Hagkerfið er farið, öll komið með Huawei síma í staðinn fyrir iPhone og Android, það væri alheimsreppa og heimsendir í nám. Það er nákvæmlega það sem var eftir að gerast ef MS væri sínu framtíð. Ég held að við séum öll saman það, ef Bandaríkin væri ekki lengur, það væri bara að spyrja ein. Nei, það væri bara mikið verið staðið þar. MS mjög var spurningaræðið, hvernig stiður það ræðið? Penna á blaði. Eða nótuðu kannski bandarísku uppfinningar á borðið Microsoft Word eða Google Docs til að skrifa ræðinu eitthvað. Hún nótuðu svo internetið til að finna heimildir. Einmitt, þið getið ekki svarað fyrir þetta. Let's face it, við erum öll hálfbandarísk þætti. Við keyrum bíla, drekkum Coca-Cola, horfum á Netflix og scrollum á samfélagsmiðlum. Niðurstöður hraðfræðilegar rannsóknir sem var framtíkt að aðstoða myndaflýstir í Háskóla Íslands sem nefna jákvæð hlutir í Bandaríkin, sýnir jákvæð hliðar Íslendinga gagnvart Bandaríkin. Rannsóknin var að framkvæmd á Instagram-story en þetta dettur tvöðin sem veitir spurningunni nefna jákvæð Bandaríkin please. Einhver talaði Target, svo var Vaxtarástöðin, það hefur verið framalega í afglæpavæðingu flugvirkja efna í þágu rannsókna, driftur RC Kóla, og að í Colorado getur hundurinn verið vitið og gildi á sýslumann. Listinn er ekki tæmandi. Ég og við öll í MHD sem mikilvæg Bandaríkin er í daginn og ljóðar, en MS eru ennþá í afneitun. Alveg eins og þau eru ennþá í afneitun og staðarinn að þau muni tapa í kvöld. Jæja, Agla sagði að Bandaríkin séu byggð á stóru landi. Flestar þjóðir í heimi búa á stóru landi. Frumbyggjum hefur verið risastórar ástæður í heiminum. Þetta er ekki vandamál með Bandaríkin. Agla segir að þrælahald í Bandaríkjunum hafi þrælað. Það var þrælahald allan heim. Það var þrælahald í Íslandi. En Bandaríkjamenn hafa náð kraftustu baráttuna gegn þrælahaldi og rasisma. Ég vil ekki hlusta á þetta. Agla talaði það er mikill rasismi í Bandaríkjunum. Bandaríkin er eini staður þar sem er ennþá með rasismana. Þetta hafa leitt réttindabara til svartra. Agla sagði umræðinu væri ekki Bandaríkin, þetta er eitthvað annað. Nei, umræðinu er Bandaríkin. Agla sagði að það er ekki mikil fátækt þrátt fyrir að Bandaríkin séu ríkasta land í heimi. Í Bandaríkjunum er ekki svipað jafn mikil fátækt við öðrum vestrænum löndum. Fátækt er ekki áhyggjuefni í samanburði við sjúklega fátækt sem er að ríkja í Suðurskautslandinu, Zimbabwe og Nígeríu. MS segist, Agla sagði að löggjöf Ungverjana hafi verið rofið. Hvernig er þetta að kenna heitti dóm löggjöf sem var felld niður á einhverjum gamlingi sem Trump tróðinn á hæstaréttardóm? Já, við segjum þetta. Góðir gestir. Oh dear Stacy, you know all of your rights, but you can't come to the after party with MS. Oh, you're asking me why? Because MS doesn't like people from the USA and they're not grateful for the free speech which they're actually using right now. Yeah, I know, they're stupid, it's sad. Hey, but you're still on for bowling and a milkshake tomorrow, right? No, the MS team will not come with us. Yeah, amazing, bye-bye. Arnaldur talaði 3 mínútur og 57 sekúndur.
ætti mér það markmið að fara aldrei til Bandaríkjanna. Af hverju? Nú vegna þess að í fyrra kom út skýrsla sem sýnir að þú ert 1200 sinnum líklegri til að vera skotin til dauða í Bandaríkjunum en á Íslandi. Í Bandaríkjunum valda skotvopn 40.000 dauðsföllum á hverju einasta ári og á síðasta ári dóu eða slösuðust 6.000 börn með byssum. Bandaríkin eru eins og Villta Vestrið. Oh, sweet lord, there's a dog running around there. Oh, well, if you think I have a 22 caliber long rifle that I legally own, what are you doing on my property? You motherfucker, bam! Oh shit, it was 4! Well, if you think it's legal here in America. Þessi svokalla The Land of the Free með hæstu tíðni í heiminum yfir fjölda fólks sem dúsar í fangelsi. En þeir eru flest fangelsi rekin af hagnaðardrifnum einkafyrirtækjum sem hafa beinlínis sagt af því að fleiri fari í fangelsi. Það eru 3 milljónir fanga í Bandaríkjunum, næstum 1% þjóðarinnar og 60.000 börn. Og í mörgum ríkjum Bandaríkjanna eru börn allt niður að 10 ára vistuð í fangelsi. Ég veit ekki með ykkur en ég á nú bara að láta gömlu Star Wars legofígurinn mér á hömbastákar hennar eiga því. Ólíkt öllum öðrum siðmennum þjóðum eru dauðarefsingar enn löglegir í Bandaríkjunum og í fjölda ríkja eru börn dæmdir til dauða. Á síðustu 50 árum hafa 9.000 fangar fengið dauðarefsingu og verið bókstaflega myrtir og áætlað er að 5% fanganna séu ranglega dæmdir. Sem þýðir að næstum 500 saklausir borgarar voru drepnir í fangelsi. Í Bandaríkjunum er líka sérstök stofnun sem heitir NSA sem er að njósna. Þau geta fylgst með og hlusta á öll raftæki þú ert með. Sem þýðir einfaldlega það að þeir eru að lesa MBL á sólríku morgni á klósettinu að þá heyrir NSA hvort þú blúsaðir eða gerðir pappír sem þið lendir í haust. Og ítrekkað hafa komið upp á yfirborðið skýrslur sem sýna að NSA njósnar einungis grunaða glæpamenn heldur líka saklausa almenna borgara eins og mig. Arnaldur sagði að allt sem við eigum kemur frá Bandaríkjunum. En við eigum flestu lífseyðslum að þakka Bandaríkjunum og við myndum þá ætla að skammast þín, arnþvaður, að meðvara þjóð sem hefur að eiga móðuríkustu sögu ekkert. Beint í sjávarflokki með eftir tapingar hefur. Arnaldur sagði að Bandaríkin væru fremst á sviði tækni og vísinda. Bandaríkin standa sig vel á þessu sviði, en þau standa sig ógeðslega illa að nýta þessa þekkingu til góðs. Bandaríkin eru land sem hafa alla burði til þess að standa sig frábærlega í að vera manneskjulíf og stuðla að friðsamlegum heimi en kjósa að gera það ekki. Arnaldur, massíf aðstoð. Vá, skulum ekki gleyma þegar þið heldur áfram að sprengja Þýskaland löngu eftir að nasistastjórnin hafa gefist upp. Davíð sagði að keppni snerist Bandaríkin, eða engin Bandaríki. Nei, þá væri umræðið útlimum Bandaríkjunum. Keppni snýst hvort við séum með Bandaríkjunum eða ekki. Eru við sátt við Bandaríkin? Það sem þau hafa gert og eru þið eða ekki? Það er umræðið. Góða gestir, Bandaríkin er eins og lítið einbýlishús sem hefur að leyna risastóran, blóðugan, spilltan og hræðilegan kjaftara sem þið emmóingar eru að reyna að fela. En það gengur augljóslega mjög illa.
þessi var mjög öflugur, annars það var ekki heimilisvald í Bandaríkjunum, það er ekki verið að heimur hjá og Bandaríkjunum tölunar annars það Bandaríkjunum hafa grepp og tilbúið í Vietnam var ræður og það sýndi sig á því að meiri Bandaríkjunum var á móti Anglaverka og Bandaríkjunum hafa stríð afgreiðslu Írak og flestum henni sérstaklega hefur Bandaríkjunum rútað gerast inn í Úkraínu, Írak, inn í Kúveit og Kína. Svo gæsti eitt orð sem ég vil leggja áherslu á fyrir það er sannleikurinn er það eina sem skilur úr fortíðinni fyrir börn og ég vona að dómarar börn sem þetta með þetta en þessi fyrir sannleikurinn er að fljóta sem við geta byggt og breytt þetta sínu hafið og við veitum það. Ég ætla að leyfa þeim að komast upp með það. Skipta á tveim stólum ekki. Hvað myndið þið þurfa að gera? Þau leikti bara það sem frommar það er ekki það. Hversu mikið? 30 ská.
þjóðar, handmælandi og góði gestir. Bandaríkin hafa verið stærsta hætti heimsins síðustu 100 árum. Eitt ríkasta land í veröld. Af hverju lifa 40 milljón Bandaríkjamenn undir fátækt? Af hverju eru 600.000 Bandaríkjamenn heimilislausir? Af hverju flytja hverjum 4 bandarískum börnum á heimili sem hefur ekki efni á mat og þarf að treysta á matarlegan frá ríkinu? Þetta eru alveg tölur, flettur og tölum þessum heilbrigðiskerfi. Bandaríkin eru eitthvað dýrasta heilbrigðiskerfi í heimi, en jafnframt það besta af þróuðum löndum. Og þá erum við að tala um hluti eins og nýbörnir, mæðrafélag, ískur, ævilengd. Þið vitið, þetta sem skiptir máli. 30% þjóðarinnar hefur ekki efni á nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og 40% þjóðarinnar er í skuld við heilbrigðiskerfið. Svona er raunveruleiki Bandaríkjanna. Og þetta gerðist ekki bara óvart. Þetta er val. Þetta þarf ekki að vera svona. Þetta á ekki að vera svona. Misskiptingin í Bandaríkjunum er gríðarleg. Ríkasta eign þjóðarinnar á meira en 90% þjóðarinnar samanlagt. Það hafa ekki allir í Bandaríkjunum sömu tækifæri. Og það sést best á því að félagslegur hreyfanleiki í Bandaríkjunum er með því lægsta sem þekkist í OECD-löndum. Sem þýðir að ef þú fæðist fátækur, þá eru nánast allar líkur á því að þú verðir alltaf fátækur. Þetta eru staðreyndir málsins. Staðreyndir sem samrýmast engan veginn þeirri frelsis- og jafnréttisferð sem MHK hafa reynt að mála upp á Bandaríkjunum hér í kvöld og þeim gengur ekki vel. Valgerður sagði að eina leiðin til að ná framförum í Bandaríkjunum væri að vera með. Nei, nú er þið búin að snúa bitmarknum á hvolf. Ef maður vill eitthvað öðruvísi og betra, þá er maður á móti. Ef að gallarnir eru stórir og margir, þá er maður á móti. Þetta er ekki flókið. Ef maður tala um að vera sammála okkur, að slæmu andliti verður fræði að mæla með landi sem gæti verið hvað sem er, hvenær sem er, þá finnst þér gott og sterkt. Finnst þér virkilega að veita þeim sem gerði þetta nógu öll. Ef maður sagði að við séum á móti heilu landi, þegar eitt land hefur staðið fyrir svona miklu fylling, þá er það ekki erfitt. Við ætlum ekki að standa með landi sem er fyrir 126 manns daglega vegna skotárása og erum með hæstu tíðni af misnotkun barna. 13% af þjóðinni er fátækt. Mikið rasismi, útlendingahatur, ójafnvægi, lögregluofbeldi, skólaskotræði, stríð og eitt besta ríki heims fyrir mansal. Og ég get haldið endalaust áfram. Gaman að skyldi nefna tjáningarfrelsi þegar það er náttúrulega ekkert persónuverndi þar sem NSA hefur fullan rétt á því að ljósmæla í landinu. En þá talaði um áhrifin sem Bandaríkin hafa haft á heim. Af hverju fer ekki heimsókn til Írak og spyr hvað þeir finnst um áhrifin? Bandaríkin réðust í Írak, sprengdu í loft í fleiri 20.000 saklausra borgara og skildu þar eftir allir rjúkandi rúst. Ég myndi elska að höfðu útskýra fyrir þeim hversu frábær Bandaríkin eru. Ef hann sagði að hann væri sammála okkur Bandaríkjunum slæm og hafa ekki ógeðslega hluti, en af hverju eru þá að mæla með þessu spillta, hræðilega og blóðuga landi? Þegar er ég komin í eitthvað blóðum? Góðu gestir, Bandaríkin eru fullvalda lýðræðisríki sem stjórna sínum málum sjálf. Fátækt, heimilisleysi og misnotkun eru ekki nauðsyn. Þetta er val. Þetta þarf ekki að vera svona. Og eitt er að láta sér fátum finnast, en annað, og svo miklu verra, er að bókstaflega mæla með þessu. MHK eiga vita betur, og Bandaríkin geta gert svo miklu betur.
Ætti að pissa við manna. Skýtum á bak. Þetta er svo fyrir. Ég fann að bara pressa á það. Hvað er númerið svo getið þið auðvitað 500 krónur? Enginn er með þess að taka eftir. Ég er bara borgir, ekki taka mig. Já, ég spurði minn mann, hún drullið saman, hann menn ekki að vera. Hvað sagði þið? Ég skoði að þið eru ekki að fara. Takk hérlega, Arna Jón. Það er að bíða einu sem eftir S að fara. Hvað? Þetta er bila flókis. Það er MS. Það er bara heitt. Það er bara... Ég finnum út úr þessu, hvað sagði það? Við vitum, við finnum saman. Svo bara. Kalli, hvað heldur þú svo? Óttan ennur ekki vera, hann er spara.
Svenni, þeir eru ekki að fara að gera neitt núna. Það er að fara að finna Ófeig og finna út úr því. Þú getur alveg fyrir þetta og þegar hann er ríkt, sko. Ég er búinn að borga. Já, búinn að auðvitað þetta. Það er ekki það. Þetta er þetta búinn, sko. Það er ekki verið svo skýrt tilbaka að sést á hann, sko. Já, þú veist. Já, það er alveg. Hvað hefur við betra að gera, veist? Ég hef til í að við... Ætta vín, svona vín, maður. Live TikTok. Þú maður. Er ég að horfa á það? Getur ég séð það? Ég ætla að fara að spila á Easy. Það eru 3 viewers það? Nei, það er Instagram live, Instagram live. Hérna Instagram, þetta er eitthvað annað, sko. Þetta er eitthvað... Þeir eru að taka þetta hérna. Þeir eru bara að segja hæ við live. Já, Alltaf stemningu hérna. Það er skilt. Það eru Kristján. Já, ok. Já, það er búið að fara, Stefán. Bara stúruna sem er í tölvunni. Tölvuna og síðan. Og þær stúrur og heyrnartólning. Ok. Það er ekki bara það. Nei. Nei, á Instagram.
14. Þannig að ég er bara að koma held ég sko. Ef að hann er hérna með verður ekkert að gera það Við skulum að pröfa þetta með það í kvöld. Fundarstjóri, árið er 1607. Jamestown, elsta nýlenda Norður-Ameríku, er byggð þar sem stendur nú við Reykjavík Bandaríkjanna. Á eftir þeim hópi Englendinga sem stofnaði nýlenduna fylgdi fjöldinn allur af Evrópumönnum sem reistu byggðir þar vestan Norðurlanda. Og árið 1700 voru evrópskar byggðar fyrir vestan hafs komnar upp í 250.000.
menning og hugvit blómstraði svolítið eins og Nadia upp í pontu á mann. Háskólar voru stofnanir. Harvard, Yale, hinir virtustu háskólar í heimi í dag. Á 17. öld réðu findvormenn ríkjum í kennslunni, en árið 1714 urðu heldur betur tímamót. Upplýsingarit eftir Jeremiah Dömer, sem var sérþekktri kvikmyndina Dumb and Dumber, bárust í Yale háskóla, sá atburður kom til með að umbreyta sögunni. Upplýsingaöld Evrópu, það er nefnilega grunninn af því samfélagi sem við þekkjum í dag. Stefnan byggðist á hugmyndinni einstaklinginn sem rökfræðilega þenkjandi hugsuð. Einstakling sem getur nýtt þekkingu sína og menntun til að leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Það var á þessum gildum sem og hugmyndafræði frumbyggjanna sem ameríska upplýsingin hóf sína. Það var grunn vísindaframfara, bættra og réttlátari stjórnmála, nytsemi, praktík, grísis, kynjadóttir, köfs og frjálsri trú sem Bandaríkin voru síðan stofnuð 1776. Þetta eru sömu gildi og umdeildu Evrópu öldin áður. Þetta eru gildin sem einkenna samfélag. Þeir menn sem byggðu Norður-Ameríku tóku þessa hugmyndafræði, þessa vonum betri heim, gerðu hana sinni eigin. Þeir nýttu þessar hugsanir til að skapa, efla til framfara og setja sitt mark á þróun heimsins. Þeir tókst að framkvæma allt það sem Evrópumenn létu sig aðeins gleyma Etsy benti á að dauðarefsingin sé ennþá lögleg í Bandaríkjunum. Dauðarefsingin er lögleg aðeins 29 í Bandaríkjana og árið 2011 teknir af lífi. Sama máli er 1000 teknir í lífi í Kína sem er enn völdunarlega í heimsins. Vandamálið eru dauðarefsingar, ekki Bandaríkin. Etsy lítur þess að vera í lagi að skjóta börn í Bandaríkjunum. Nei, vissuleikir eru ekki fyrir að skjóta mann annan. Sagan sagði að Bandaríkjunum sem lágmarkinu lá aðeins 1,9% verkmann í Bandaríkjunum eru á lágmarkspunum og Biden stefnir á 2,5 lágmarkspunum og 7,25 dólarum í 15 dólar. Það er að hækka laun þjálfaríkja til að hvetja þá til að finna almennir Bandaríkur. Sávartalan, Brúðarpartí, ég var að tala til Brúðarpartí eftir Ræðarpartæðinni. MMS talar mjög mikið stríð. MMS ef ekki verið fyrir her Bandaríkjana, það væri stærstu hernaðarveldi heims, Kína og Rússland. Bandaríski herinn kemur vekk fyrir yfirgengni Rússlands og Kína inn í aðrar þjóðir. Þetta sé að fyrstuðinir, Festartíðið, já það er klálega að takmarka fyrstuðinir til þess að venda börnin, ekki útrýma Bandaríkjunum og börnunum sem þeir segist vilja venda. Afstæðgjandi Bandaríkjana er líka í andstöðu við börnin sem þeir segist vilja venda. Hagla Bandaríkin bönnuðu þungbúnarof hagla, það er rétt, en yfir 50% Ameríkana eru pro-choice. Etsy sagði að fyrstuðinni séu háu magni í Bandaríkjunum, Etsy, meiri hluti þjóðarinnar segði að lög fyrstuðin ætti að vera strangari. Alveg eins og lögin þessar fyrstuðin ætti að vera strangari. Etsy sagði að Bandaríkjana held áfram að Agla Bandaríkin séu einu mál að kjarnorkuvopn. Agla samleikur, hörmungar í Hiroshima og Nagasaki eru hræðilega, en það verið fáránlegt að segja eitthvað annað, en kjarnorkuvopn standa Bandaríkin í dag strangasta í heimi, og til að öllunum kjarnorkuvopn eru líklegir til að skoða þau. Góður fundargestir, hafið þið heyrt remix. Einn daginn þá sátum við sem þjóð, ánægð voru hlutskiptaverðinu og sæl, en næsta dag, bam, ný útgáfa var góð til mixmámarkaðinn. Það var einhverjum að það vildi enginn fá það. Svolítið eins og markmiðið MS. Við draga niður og koma illa fram í bannans alltaf, hata á uppáhaldsnafnið mitt, Reese Witherspoon, og mæla móti heitt til þjóð. Svona hatursfull fólk vil ég svo sannarlega ekki kalla vini mína. Það er talað í 4 minnum.
inni að kaupa þetta kjátaði. Því saman hvað MH reyna að máli fallega mynd af Bandaríkjunum, þá tekst þeim aldrei að hunsa allan viðbúðin. Bandaríkin neita sig undir samning Sameinuðu þjóðanna gegn mismunun kvenna. Þau neita sig undir samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og þau neita sig undir barnasáttmálann. Bandaríkin eitt af þeim fáu löndum sem neita sig undir þessa samninga. Þau eiga það sameiginlegt með til dæmis Norður-Kóreu. En hvaða samninga eru þau til að skrifa undir? Jú, Sameinuðu þjóðanna tókst að sannfæra Bandaríkin að skrifa undir samning gegn pyndingum og ómannúðlegri meðferð. En hversu mikil blessun það þegar Bandaríkin reka einn ógeðslegasta fangelsi í heiminum? Guantánamo, eftir að 779 föngum verið haldið án dóms og laga. Þetta eru bókstaflega pyndingabúðir og það allt á vegum ríkisins. Bandaríkin senda bókstaflega börn í þessar búðir. Drengi, allir í 13 ára. Þegar Bandaríkin skrifa undir samninga þessa kvenna er nákvæmlega ekkert á bakgrunn. Í raunveruleikanum er meira svo að segja að Daði sem segist vera vegan en fá sér alltaf pepperoni-pizza á grömmunni. Make it make sense. Og Bandaríkin taka á mannréttindum fólks á fleiri sviðum. Ekki nóg með það að svörtum hefur verið haldið sem þrælum, heldur svörtu fólki kerfisbundið haldið niðri enn þann dag í dag. Í Bandaríkjunum á svartum erfiðara að fá vinnu. Það er oftara í lánastörfum og það er 2 líklegra til að vera fátækt. Meðal svartra í Bandaríkjunum er ekki nema 60% af launum hvítra Bandaríkjamanna. Og ég geti haldið áfram í allt kvöld. Samanburðurinn er allur á einn veg. Í fyrstu umferð kom Daði tala Bandaríkin í heild sinni. Enn og aftur þá það ekki erfitt fyrir allan þennan Arnaldur talar að við erum ekkert án Bandaríkjanna. Ef Bandaríkin hefði ekki fundið upp á þessum hlutum, þá hefði einhver annar gert það. Valgerður kom svo síðust og sagði að við værum bjargarlaus án Bandaríkjanna. En hvað er löndin sem hjálpa ekki og pynta, búa og springa upp? Daði talaði Harvard og alla upplýsingaröndina, en Daði, veistu hvað það kostar að ganga í þessu skóla? Þess að þú getur bókstaflega orðið borðað af skólaráðslega í. Þú myndir þurfa framtíðar einhverjur þín hundrað til þess að falla í enn einn dag. MH talaði stofnun Bandaríkjanna. MH voru ekki að hlusta á okkur að tala fjöldamorðin í Bandaríkjunum. Þau tala fyrir 12 milljónir manna. Daði talaði stjórnarflokka í Bandaríkjunum. Já, einmitt. Í kosningu getur talið heila 2 flokka. Einn öfgahægrisinnaður og annan sem bara samansamna einhverju stjórnarliði. Stjórnarflokkurinn er láta vera yfir höfuð. MH sagði að heiminum væri betri staður þess Bandaríkjunum. Bandaríkin hafi verið leiðandi í stríðum og hernaði á heimsvísu. Bandaríkin ekki að gera heiminum betri stað með því að sprengja heilu borgirnar í loftárásum í öðrum löndum. Hvaða rugl er það? MH talaði fólki í Bandaríkjunum. Umræðan ekki Bandaríkjunum. Ætti að koma því inn í litlu hausana. Alveg eins og mér finnst MH glataður skóli, hann finnst mér að MH-ingar alveg ágættir, allavega svona yfir meðalagi. MH talaði að Bandaríkin grípa inn í föðust af öllum löndum. Já, þau byrja líka heila helling af þeim. Þau eru ástæðan fyrir að flestum jarðarförum heims er að þurfi að tala meira morðið þau á landi. MH sagði að það sé fáningarkassi í Bandaríkjunum, en það er ekki eins og það sé eitthvað til að segja í byrjunum. Við þurfum þetta síðar. Ekki nóg með það að svörtum hafi verið haldið sem þrælum, heldur svörtum fólki kerfisbundið haldið niðri enn þann dag í dag.
Þjóðstjóri, frelsið, stefnu, ég geri það sem ég vil. Stærsti flokkur Íslands, Sjálfstæðisflokkurinn, byggir sína stefnur og áherslur á stefnu ókunnugir Bandaríkjanna. Vextir er ekki fullkominn flokkur, en staðreyndin sú, hann er stærsti flokkur Íslands og það segir okkur eitthvað. Þannig er mál með vexti að Bandaríkin björguðu okkur. Já, ég meina að Bandaríkin björguðu okkur. Björguðu mér líka. Ég bý í Bandaríkjunum með konunni minn Stacey, en Joshua Biden er því niður horfinn. Einbýlishúsinu mínu sem ég átti efni á vegna kaupmáttarauðlingar þar og lægri skatta á meðan að MS-ingar búa að lega foreldrum sem vinna í stílavinnum. En fundarstjóri, hvernig björguðu Bandaríkin okkur? Jú, það var þannig að þau settu milljónum í hagkerfið okkar og gerðu þú kleift að byggja velferðarsamfélag sem við búum í og njótum góðs af í dag, sem að kallast Marshallhjálparstefnu. En ef það væri ekki fyrir Bandaríkin, þá væri þeir ennþá að borða súrmat í form sem að fórsetri og með tala dönsk sem fyrsta mál. Ég finnst alveg ótrúlega að það var mjög og dráknum að væri umræðinni og þetta er það sem við sætum ykkur í. Hversu mikið lol, LMAO, funny air, only in Ohio moment er það. Ok, talandi Ohio, veit ykkur frá Ohio, Logan Paul. Ohio er í Bandaríkjunum og ef það er á móti Bandaríkjunum þá eru líka á móti Logan Paul og crime. Ef það er á móti crime þá er það á móti gleði og ef það er á móti gleði er eitthvað alvarlegt að. Ef það er eitthvað alvarlegt að þá getur þú ekki að mæla á móti Bandaríkjunum og ef þið mæla á móti Bandaríkjunum þá fylgir ykkur tap og ef þið tapið verðið leið og ef þið verðið leið þá Frank Ocean og frá hvaða landi er Frank Ocean? Bandaríkjunum. Þetta segir allt sem að segja þar. Nú í fúlustu alvöru MS, þið þurfið að svara þeir sem fánalega afstöðu ykkar og þar næstur þið það. Núna koma spurningar sem þið verðið að svara. Ég setti 4 kynjanta á borðinu, en þið nefnir að skjóða spurningar tekna alveg að vera búinn. Allavega. Númer 1. Gerið þið grein fyrir því að þið eru að tala móti 331 milljónum manns og rétt er þetta tilfæstar. Númer 2. Væri heimurinn jafn þróaður en hann er í dag ef það væri ekki fyrir Bandaríkin. Númer 3. Hvernig líður þér MS? Er ekki bara gaman? Ég sá að Edson var alveg brjálaður og hann var að ruglaður því sko. En ég er hann mjög góður. Númer 4. Haldið þið að Bandaríkin muni leysa ofbeldi, kapitalisma og fátækt. MS, þið hýta saman hjúkrunarsamfélagann og ræðurnar ykkar eru jafnbóndar og björnur. MS segist vera á móti Bandaríkjunum eins og í núverandi myndsinni og vilja því að Bandaríkin verði betra. Ok, þá erum við sammála það má margt bæta í Bandaríkjunum og erum öll í Bandaríkjunum og áframhaldandi þróun þeirra. Þið ekki bara komið, getið ekki bara heim. Agla sagði að Bandaríkin verði byggt á stólnu landi. Já, ok, portugíski MS hefur líka byggt á stólnu ræðum síðustu 2 ár. Það ekki krukkur neitt. Rasismi er vandamál sem að hrjáir alla húsviðina, líka okkur Íslendinga sem og aðra fylgjum með fórnarmanna. Án Bandaríkja er rasismi ennþá til og þið hafið ekki nátt nei fram. Ef ekki væri fyrir Bandaríkin hefðu þið ekki Black Lives Matter, Civil Rights hreyfingin, heimilana, critical race theory og allt það fyrir bandaríska auðvitað. Edson var konalega gaman að kalla skota börn. Agla talaði að Þræland ætti aðeins eftir að aukast. Bíddu, var Þræland ekki afnumið félagið? Þetta er mjög flott og gengur rosa vel. Agla segir að kostnaður háskólamenntunar námsmenn í skuldir fyrir ríkið. Agla, Joe Biden tilkynnti nýlega að hluti af námsmannahópnum verði fellt niður. Ég held að það verði $milljarðar af útistandandi námsmönnum fellt niður og ræðið verður einnig fellt niður vegna þess hversu leiðinlegum var. Já, sem sagt þessi maður, það var bara frekar fyndinn og góðir gestir. Góðir gestir! Í kvöld hafa andrúðsloftið mætt í Grænlandi, heilli þjóð og öllum þeim afrekum sem það var áunnið. Ég spyr í algjöru einlægni, hvernig er þetta hægt? Ég meina, hafið þið hort á American Idol? Afstaða MS í kvöld er öfgafull og skapar hættuleg fórnarmynd til frambúðar. Ef að MS fengi sínu framgeng, þá myndum við líka útrýma Rússlandi, Norður-Kóreu, Kína, já, og Færeyjum bara svona upp á tjóki. En það sýnir bara hversu sjók þessi færi á MS er. Ég er fólkjaváltastöðland og ekki að heimast í Vallandið!
Svona, Fundarstjóri, Bandaríkin voru eitt sinn þekkt sem land tækifæranna. En í dag er ameríski draumurinn löngu orðinn að hryllilegri martröð. Hann er ekki til. Það er líklegra að þú verðir fyrir lest heldur en að þú upplifir ameríska drauminn, að þú komur úr engu og verðir allt í einu multi-millionaire. Arnaldur, þú ert búinn að horfa ómikið af bíómyndum og hlusta ómikið af ræðum frá Trump. Eini ameríski draumurinn í mínum bókum er með Audda og Steinda. Þeir eru eðlilega fyndnir og eiga nóg af cash. Talandi cash. Strax í byrjun gerðu Bandaríkin saklaust fólk af þrælum, einmitt til að raka meira af cash. Þegar þrælum fækkaði, þurftu Bandaríkjamenn að finna nýja leið til að græða fólkinu. Í dag hefta Bandaríkin aðgang almennings að námi sem verður til þess að meirihlutinn endar á lágmarkslaunum. Þess vegna er einn af hverjum 3 Bandaríkjamönnum að díla við fátækt. Bandaríkin eru eins og þessi súrmjólk sem er löngu runnin út í ísskápnum sem enginn vill fá sér. Bandaríkin eru eins og þetta stóra eineltisvín á leikskólanum sem byrjar stríð og eyðileggur allt í sandkassanum. En mesta eineltisvínið af öllum hlýtur að vera Donald Trump þegar hann tók þá ákvörðun í maí 2019 að fólk sem flúði fátækt frá Mexíkó til Bandaríkjanna voru sett í búr og þá eru börnin talin líka með. Pælið í því ef við Íslendingar myndum flýja til frænda okkar í Noregi og þeir myndu bara hendur bara smá alpapírið og málið þau. Ég meina finnst þið þetta mannsæman? Og eiga Bandaríkin ekki að vera molduð? Þau gátu það í minnsta lagi gefið betri svefnstað en búr og álpapír sem kostar 200 kall út í búr. Er þetta ameríski draumurinn? Land of the free? Ef ég ætti að útskýra hvað frelsi væri ekki fyrir 3 ára barni væri það akkurat að láta flóttafólk og börn í búr. Arnaldur nefndi Marshall-aðstoðina. PR-stönd þar sem Bandaríkin vildu sýna heiminum að kapítalisminn væri málið. Þau settu Evrópum, þjóðum, hörð skilyrði í skiptum við aðstoðina og styrktu þannig yfir á nýja Evrópu. En einhverju eru sáttir. Þannig skautu bara fram hjá öllu ógeðslega og tölum hvað Bandaríkin eru duglega að styrkja. Arnaldur fullyrti að Bandaríkin hefðu gert meira gott en slæmt. Hvað ertu að segja? Þau hafa staðið fyrir svo miklum hrylling og viðbjóð að ekki hægt að sætta sig við það. Eru þau virkilega svona ógeðslega blind? Opnið og lesið ykkur aðeins til. Arnaldur sagði að við séum á móti Bandaríkjamönnum, en umræðefni er Bandaríkin, ekki Bandaríkjamenn. Þetta er eins og ef umræðefni væri hamstrabúr og Emma myndi segja að við séum á móti öllum hamstrunum í búrinu. Arnaldur spurði hvort fátækt, rasismi og fleira væri ekki ennþá til, ef Bandaríkin væri ekki til. Jú, það væri enn til, 110%, í miklu minna magni. Arnaldur talaði að bandarísk menning hefur áhrif á íslensku menninguna. Menning fulla af hatri og ofbeldi. Geti ekki bara nefnt að góða. Eigum við þá ekki bara að segja að aukning hnífaárása og ofbeldis á Íslandi sé vegna Bandaríkjanna? Arnaldur talaði um Joe Biden. Eftir að tala um forseta Bandaríkjanna sem sagði til dæmis Góði gestir, PETA vinnur gegn fólki sem heldur dýrum í búr. Og nú er ég að vinna gegn ykkur MH sem mælir með landi sem heldur börnum í búr. En engar áhyggjur, ég er Edsi, frelsari barnanna og helsti óvinur og það neyð ógeðslegum ást á MH-inga og opna helvítis búrin.
Fundarstjórinn sá skilningu sem er í dag leggur hugtök eins og málfrelsi og jafnrétti grundvall í því nýja upphafi sem stofnun Bandaríkjanna var. Þessi skref sem andófsmenn tóku gegn nýlendunum til að berjast fyrir rétti sínum til hlutverka, lífs án húmara, keisara eða konungs. Rithöfundur og fræðimaður Neil Postman kallaði Bandaríkin fyrsta land sem bar rökrétt inn í hlutverk. Hugmyndin var að allir gætu átt málsaðild að ákvörðunum sem teknar væru um þeirra eigin velferð. Sjálfstæðisyfirlýsingin var í eðli sínu rökrétt fyrir þeim heim sem Bandaríkjamenn vildu lifa í, þeim heim sem við lifum í dag eftir þeim. Ólíkt öðrum ríkisstjórnum var sjálfstæðisyfirlýsingin ekki bara skrifuð á lagalegum forsendum, heldur var hún að gefa sérstæðar og framsæknar aðkomu fyrir algerlega nýja stjórnskipan. Rökræðir ríkja og hugmyndafræði Evrópu upplýsingamanna raunverulega þessa og enn þann dag í dag erum við að hljóta góðs af því. Það er staðreynd málsins. Það er Bandaríkjunum að þakka að við getum hist fyrir í dag rökréttindamál og að þið, MS, getið byrjað að vera á móti Bandaríkjunum án nokkurra afleiðinga. Við vitum að Bandaríkin eiga sér mikla sögu og ófrelsis og yfirgangs, en það eiga öll að vera stórveldi líka. Hvort sem það er bandarísk, Osmanlandi eða Bretland. Ef mann gegn Bandaríkjunum á þeim forsendum þá eigið ekkert til að mæla neitt. Stjórnmál Bandaríkjanna á röngum Ameríku eru óafsakanleg og viðbjóðsleg og það er ekki okkar markmið að afsaka það. Ég finnst ekki rökstu sigur sem landið höfum. En hverju á það að mæla á móti landinu í þeirri mynd sem það birtist okkur í dag? Jú, eins og áður kom fram er það einmitt þetta land sem gerir okkur kleift að ræða söguna, þessa miklu og ógeðfelldu sögu. Þjóðarmorðingjar á Úighúrum og öll fyrirtæki var gagnað og opinberlega þar til yrðu fasttekið og horfin á staðnum. Þótt MS sé ekki kvöld einn barn. Og því er nefnilega að koma skorta skilningum og hver er þetta? Sem talar gegn landi sem í krafta sínum byrjar á frelsi einstaklinga til opinberrar gagnrýni á stjórnvöld. Ekkert er fullkomið en
fullur. Ég vil vinna meira. Þóknanlegt líka. Ástöð. Þetta er ekki í lagi. Ég var á móti. Sannleikurinn aftur. Margir af það bandaríska fræðum fyrir frelsi hluti í þetta einn. Hvað frelsi hann ekki að því næst? Margir af það umræðaskipan bandaríska í dag. Bandaríkin voru, eru og verða. Hún heitir nú mikið frá verðskipan í fjölunum þetta. Þetta er ekki flókið. En það tala að vera meðfylgjum sögu bandaríkjanna og vera mót. Það er rétt að það með hætti mat og hýta. Það er einu
Ok, það sem við erum að taka er síminn hans og tölvana